og þessi stýrirás TCA 785 upphaflega frá Siemens og þar erum við ekki að nota Unity transistor eins og við höfum séð hérna áður, heldur þá notum við sérstaka sagðana spennu og berum hana saman við stýrispennu. Og þetta eru bara svona kubbur eins og þið hafið séð inn á plötunum. Þið eru búin að taka eitthvað af mælingum á þessari stýringu og þetta virkar þannig að við þurfum alltaf að skynja núllið. Það kemur hérna á pinna 5. Við skoðum inn hérna þessa rás hérna og núllið skynjað hérna með því að tengja frá riðspennunni fasa L1 og fellum spennuna mikið niður. Þetta 220 kΩ sem fellur spennuna niður og við fáum upplýsingar núllið þegar að spennan skiptir pólun hérna inn á pinna 5 og við fáum bara 0,7 V spennu frá mínusnum á rásinni hérna yfir hverja díóð hérna D3 og D4 sem þetta hvort sem að jákvæð spenna eða neikvæð spenna og þá eru þessar díóður leiðandi til skiptis D3 og D4 og þá fáum við upplýsingar inn á pinna 5 hvenær spennan fer í gegnum núllpunktinn. Nú við sjáum hérna, hér á þessar rás, hér eru við bara með einfalda afriðun hérna og þessar senidíóðu sem við höldum réttri spennu á rásinni. Við höfum verið að nota sérstakann 15 V spennugjafa fyrir þessa stýrirás og síðan verður til þegar að við fáum hérna í rauninni þennan samanburð hérna á stýrispennu sem við skrúum hérna upp og niður með því að stilla í mótstöðu og það spurning hvenær hún hittir hérna, hvenær hún sker sagðanaspennuna eða þá myndast púls eins og á þessari línu hérna þá sker sagðanaspennan hérna neðarlega þá myndast stýripúls hérna til dæmis við jákvæða hluta riðbylgjunnar og þá opnar púlsinn fyrir týristor leiðir þá og gefur samband inn á álag þannig að þessi hluti af riðbylgjunni fer inn á álag og síðan lokar aftur týristorinn í núllinu og svo bíðum við eftir næsta púlsi og við gætum þess vegna verið með stýrða heilbylgjuafriðun og fengi annan púls fyrir neikvæða hlutan. Við sjáum hérna kemur bara aftur sagðanaspennan. Hún bara bæði við jákvæða hluta og neikvæða hluta riðbylgjunnar. Þannig að við fáum hérna í rauninni 100 riða sagðanaspennu. Sjáum við það. Það hún hérna með tvöfalda tíðni miða við grunn 50 riða tíðnina. Og við erum með 2 pinna á AC-rásinni sem að gefa okkur púls. Það stýripúls á pinna 15 sem að gefa okkur púls þegar að spennan jákvæð. Og hins vegar erum við með stýripúls á pinna 14 sem gefur okkur púls þegar að spennan neikvæð. Og við sjáum hérna á þessari mynd hér að 15 tengt inn á díóði hérna, þetta mjög einföld mynd, beint inn á stýriskaut á týristor. Þetta bara lítill týristor sem að rauninni þá að leiða bara þegar spennan jákvæð. Þá hérna í þessa rás eru bara nýtt okkur stýrða hálfbylgju afriðun. Þannig við getum ráðið í hversu mikinn hluta af jákvæða hálfriðinu það fer yfir álagið. Og við erum aðeins búin að gera mælingar á þessu þannig að þá vorum við að nota þessa rás hérna var það ekki. Nei, við vorum með einn svona púlspenni og þá erum við með þessa hér mynd 520 og hér sjáum við þennan púlsspenni. Það vantar bara aðeins á þennan transistor hérna þessa það er svona
hafði ég aðra mynd hérna við hliðina sem er búin að laga það. Vantar í bókina hjá okkur þessa sjáu þið það? Hérna. Hún er þarna, já. Það vantar að bara inn á þessa mynd hérna. Einmitt örina. Ok. Þannig að þar vorum við með sérstaklega 15 V spennugjafa fyrir stýrirásina og þá skiptist þessi rás í kraftrás sem er hérna hægra megin, það er L1 og dýrstórinn og álagið. Og svo tengist þetta náttúrulega við stýrirásina hérna, stýringin kemur hérna inn á stýriskautið og þá fáum við dýrstórinn til að opna fyrir kraftrásarstrauminn inn á álagið. Þannig að þessi hluti hérna lengst til hægri er kraftrásarhlutin og allt hérna vinstra megin er stýrirásarhluti á þessari rás. En hvernig gerist þetta hérna inn í ISI-rásinni? Jó, ef við getum kannski aðeins kíkt á hérna þessa virkni mynd hérna inn í rásinni, þá er það þannig að við fáum að vita með núlskinninni hvenær spenna fer í gegnum núlpunktinn og þá hérna er samhæfingarrás á 0 og sagatannaspennu og það þýðir það að þegar að riðspennan fer í gegnum núlpunktinn þá afhlöðum við þennan þétti hérna C10 sem að byrjar í núli síðan að hlaðast upp aftur þegar að riðbylgjan byrjar frá 0 gráðum og upp í 180 gráður. Þá er þessi þéttir að hlaðast upp og síðan afhleðast hann þegar að spennan fer í gegnum 0 og það er rauninni þessi þéttir hérna sem tengist inn á 10 sem að gefur okkur sagatannaspennuna. Síðan er þetta borið saman hérna við stýrispenna þannig að þegar að sagatannaspennan og stýrispennan mætast þá fáum við merki hérna inn á rauðkrossreininguna þannig að í jákvæða reiðinu fáum við púls út á 15 og í neikvæða reiðinu þá fáum við púls út á pinna 14 og þannig gerist þetta og við sjáum hérna að hér er afhleðslutransistor og þessi afhleðslutransistor hann afhleður hérna reglulega þegar að við fáum hérna merki að spennan sé að fara í gegnum núlpunktinn þá fáum við hérna merki inn á transistorinn til þess að afhlaða þéttin hérna C10 og það gerist þegar að alltaf reglulega bæði þegar að spennan að fara upp í jákvæða, upp í gegnum núlpunktinn í jákvæða hlutan og niður í gegnum núllið þegar að fara að byggjast niður í neikvæða hluta reiðbylgjunnar þá afhlöðu þettin og þannig að við fáum alveg þessa sagatannaspennu bæði hér sko þegar í núlpunktinn þá afhleðst þétturinn þetta er svona svolítið gróft gert mynd af þessu að við sjáum það er tími sem að tekur svolítið fyrir þéttin að afhlaðast í rauninni tekur þetta styttri tíma og síðan byrjar sagatannaspennan að byggjast aftur upp yfir þéttin C10 og svo næst þegar að spennan fer í gegnum núlpunktinn þá afhleðst þéttin með þessum transistor og svo byrjar spennan aftur að byggjast upp og svo bara stjórnum við þessari beinu línu sem er stýrispennan upp og niður og þá ræðst að því hvenær við fáum stýripúls ef að þessi stýrispenna er mjög hátt hérna uppi þá fáum við mjög seint stýripúlsinn og mjög lítill hluti af reiðbylgjunni fer á álagið þannig að þá er mjög dauft ljós til dæmis á peru en þannig að þetta er svona öfugt hlutfall á hæð stýrispennunar sko við sjáum það ef að stýrispennan er mjög lág þá fáum við til að snemma stýripúls og þá nýtum við mikinn hluta af reiðbylgjunni yfir álagið þannig virkar þetta þannig að það er öfugt hlutfall á stærð stýrispennunar sem gefur okkur þá ef það er lág stýrispenna þá fáum við mikið ljós ef við höfum háa stýrispennu þá fáum við lítið ljós skiljið. Þetta er öfugt hlutfall bara vegna þess að þannig virkar þessi rás einfaldlega
vegna sagatannaspennan snýr á þennan hátt og þessi tækni er gerð svona. Þannig að þetta er ráð sem að þið eru byrjaðir að nota í verkefni 14 og sem sagt við getum síðan með því að vera með bæði neikvæða og jákvæða hluta reiðbylgjunnar, þá getum við fengið sem sagt stýripúls bæði frá pinna 14 hérna, þegar neikvæði hluti reiðbylgjunnar í gangi, þá fáum við púls hérna til dæmis á AB, og síðan frá pinna 15 þá fáum við púls þegar að jákvæði hlutin er í gangi, þá fáum við út á C og D. Og þarna erum við að teikna inn á annarkot brúna sem að við erum með 2 díóður á móti 2 týristórum og það er stýrð heilbylgjuaðröðun. Þannig gerum við þetta og þannig getum við líka að stjórna sem sagt hraða á mótor með því að tengja þá A og B inn á annan týrstórin og C og D inn á hinn týrstórin. Í plötunni sem við erum með þá eru týrstórarnir staðsettir á neðanverðu í brúnni og þessar díóður hérna þær eru að ofanverðu, þær eru bara fastar á móti hvorum týrstór, þannig að þið sjáu það að ein díóða er í leiðinni á móti einum týrstór. Þannig virkar það sko. Áttu við annað eintak á hérna? Já. Nú skulum við bara hella okkur út í þetta. Nú erum við búin að fara yfir þetta efni og þá skulum við leysa þessi tíma dæmi. Já. Þá er líka útreikningur hérna í B-lið. Hvað sérði þetta pinna 14 og 15? Það er skítið. Hvað er þetta? Hvað er það? Þið fáið hérna 24,8 volt út á B-liðinu. Já. 24,76. Já. Það kemur ekkert inn í pinna 14. Setjum þetta upp í multisin að þetta er spenna. Þegar spennan er jákvæð þá fáum við 0,78 spennu, þetta er bláa línuna, og svo þegar spenna fyrir gegn 0-punktinn þá fáum við hérna 0,78 spennu í hinn áttina og svo framvegis. Ef við lokum þessu hérna þá sjáum við straummælina hérna og þeir eru að sýna okkur hérna strauminn 469, hvað vorum við með? Mjög langt lægi sko, 470 milliampere, 0,47. Já, þetta er mjög litlu sko, 0,45 og og 0,47, þetta munum ekki miklu. Þannig að það er straumurinn sem að hvort díóðan tekur. Já, þá sjáum við það, þetta passar allt saman. Nú næsta átanda, hver mikið meðalstraumur fyrir R1 á mynd 518 og sinnespennan yfir D2 er 15 volt. Þá reiknum við það út, kannski stækki þetta aðeins, þetta er lítið. Næja þessu svona. Það var hlera þessu til þess. Já, ég get hlera því núna. Já. Kemur svona, eða ekki?
það hefur sem sagt verið að tala sem sagt senerdíóðana sem við merkt hérna D2 að hún með 15 watt spennu senerspennu og Senerdíóð, hún var eitthvað með sambandi að stýra stýristöðuna. Já, hún hleypir straum í gegnum sig til þess að halda yfir sig fastri spennu og hérna heldur hún yfir sig fastri 15 watt jafnspennu yfir fyrir stýrirásina. Þá skulum við athuga hvað mikið eftir að þessu. Það hérna spurt hvað hægt að breyta spennunni í punkt 11 mikið ef að vinnuspenna í sérásinnar 15 volt. Við getum þá stýrt þessu niður í 0 volt, það lágmarksspennan. Það bara með stillimótstöðinni? Með stillimótstöðinni, já, erfafeinum hérna. Og síðan reiknum við út hina spennuna inn á pinna 11 hérna. Þetta að segja að við leggjum saman, fáum heildar viðnámi hérna í rásunni til þess að hvað straumurinn mikill með 15 volt og markvöldum sinnum 10 kΩ mótstaðan. Þetta 10 kΩ hérna sem þessi hérna vatnarreið. Þá setjum við það upp á þennan hátt hér. Þá segjum við að hámarksspennan getur orðið svona 10,2 volt. Áfram þá var já, það var bara svona verið að sýna sko spennumælingu 10,2 volt. Þetta var sett upp í multisim bara til að sýna hvernig hérna í rauninni spennan yrði þegar að viðnámið væri í hámarki. En hérna spurt hvernig spennan yfir álagið á mynd 520. Teikna mynd á næstu síðu og þá spurning sko hvenær eigum við að segja að við fáum stýripúls? Jú, ok, við fáum stýripúlsinn til að stemma að þá fáum við í rauninni bara jákvæða hluta riðbylgjunnar. Af hverju? Jú, það vegna þess að við erum bara með 1 títor í rásinni, sett. Þá fáum við bara svona og auðvitýristor yrði bara mjög lítið púls, sjáu þið hérna. Þetta efsta myndin. Það bara yfirbylgjan hérna fyrir ofan og svo bara þetta hérna restin. Upphera og... Upphera bara álag sko og auðvitýristor þá bara rétt hérna smá. Já, hérna spennan. Bara spennan. Og púlsinn kæmi tiltölulega framalega hérna, stýripúls. Svo næsta. Og þá fengjum við spennuna yfir álagið með þessum hætti. Og að lokum yrði bara örlítið eftir af spennu sem að myndi byggjast við stýristorinn. Já, en það hérna smá galli hérna hér í spennu stýristorinn. Sjáu hvaða galli í þessari mynd hérna í stýristorinn? Já. Ekki rétt staðsettur? Jú, hann alveg rétt staðsettur. Vandamálið það að einhvers staðar fellur spennan þegar að riðbylgjan í neikvæðu hlutanum. Já. Hvar fellur sú spennan? Yfir stýristorinn. Þannig að þetta svar ekki rétt hérna. Hérna. Eips, hvað ég að gera? Ég ætla að íta þetta á annan taka. Og ég vill þess að taka. Sko. Svona. Þá kemur bylgjan, hún heldur hérna niður. Og hvar hún í lágmarki? Einhvers staðar
hvað byrja hérna, já. Þá kemur hérna og er það hér, er það ekki? Já, hitt líka rétt. Svona, og svo byggist hún hérna upp og þar til að gefa púls. Og svo sama hérna að hér hérna fer hún upp líklega og endar, sjáu þið, það kemur hérna niður og fer í lágmarkið og svo fer það hérna. Þannig að þýristorinn tekur á sig neikvæða hluta bylgjunnar, skiljið. Ekki, satt. Þetta er villa. Þetta á ekki að vera. Það er ískott að við tókum eftir þessu. Já, þið eru bara svo brætt, sko. Já, já. Er þetta þá síðast í hlutin? Er eitthvað meira eftir? Það er minnst blaðsíða 7. Er það blaðsíða 7? Klára blaðsíða 7. Og þá er hérna B-liður. Hve mikið er hægt að breyta spenni yfir álagið á mynd 520 í voltum til hæsta og lægsta gildi? Já, lágmarksspennan er náttúrulega 0, alveg rétt. Þetta er hálfbylgju afriðun, sem sjá að það er bara einn þýristor í rásinni. Hér þarf að deila með 2 í jöfnunni. Þið sjáu það að þá verður hámarksspennan þessi. Það er að því að það er með 2 dýr. Það er 2 þýristor, segir. Nei. Við deilum með 2 vegna þess að við nýtum bara helmingina af rafbylgjunum. Já, bara. Já. Hálfbylgja. Já. Þá er þetta svarið við þessu. Nei, opnunarhornið er ekki 0 gráður, en fræðilega séð er þetta hæsta mögulega spenna sem við gætum náð. En við náum þetta? Nei, við náum aldrei með þessari stýrirás. Hvað eru